Ég heiti, átt að byrja að spyrja. Hvað heitirðu? Ég heiti Víglundur Þorsteinsson. Hvað ertu gamall? Ég er 68 ára. Og hvar bjóstu á unglingsárunum? Ég bjó á Blómsturvöllum í Eyjafirði. Hvernig var skólinn? Þetta var sveitaskóli sem að ég þurfti að ganga í cirka 5 kílómetra á dag hvora leið, og hann starfaði bara sem sagt annarkvort dag fyrir, þetta voru 2 bekkir, yngri og eldri deild, og hann starfaði annan daginn fyrir yngri deild og hinn daginn fyrir eldri deild. Og hann varaði þangað til að ég var felldur 13 ára upp í Hlíðabæ, eða Lögmannshlíðarkirkju í Eyjafirði. Og hvað gerðir í frítímanum? Það var nú margt og mikið. Það var nóg að gera bæði við sveitastörfin bara, allt sem að til féll, og svo ef við vorum ekki að vinna við störfin þá vorum við að leika okkur út á túnni að hlaupa eða í slagbolta eða yfir eitthvað svona. Svo stundaði ég skaut á veturnar og pínlítið skíði og svona. Margt skemmtilegt. Og hvað varstu gamall þegar þú byrjaði að vinna og hvað varstu að vinna við? Ég byrjaði að vinna við byggingavinnu í Akureyri þegar ég var 15 ára. Þá fór ég heimann, flutti inn á Akureyri ásamt bróður mínum sem við erum tvíburar, ég og Stebbi, og við fluttum inn á Akureyri og fórum að vinna. Stebbi á bifreiðaverkstæði og ég í byggingavinnu. Og hvernig var tískan? Hún var nú svolítið skemmtileg, skal ég segja. Ég var með svona briljantín í hárinu, og svo var ég með hárband til þess að venja hárið svona aftur á bak. Það var rosa gaman. Það var svona 3 bönd eða 4 bönd á þetta sem að setja á hausinn, og Vandi reyndi að venja hárið en það gekk nú frekar illa. Og hvernig voru heimilishöldin? Þetta var nú, má segja, kannski mjög venjulegt sveitaheimili bara, og við vorum 8 systkini, þannig að það var oft fjör á bænum. Mikið havarí, en við bjöggum í voða litlu húsi, þannig að við þurftum að búa í efri koju og neðri koju og svona. Það var ekkert stórt. Og hvernig komist það á milli staða? Þangað til að við fengum okkur hjól í fermingar, fyrir fermingarpeningana, þá keyptum við okkur hjól, annars vorum við bara alapandi. Hlupum allt sem við þurftum að fara, og til dæmis fyrir ferminguna þá þurftum við í spurningakeppni, til press inn á Akureyri eða Gleráþorp, og við hlupum þarna inn eftir í hvert skipti, aldrei keyrðir, áttum ekkert annað en bara fætsna til að ferðast á. Það var gaman. Og hvernig var hernámið og hvað manstu af því? Ég man nú voða lítið eftir því. Ég man samt að það voru þarna á Blómsturvöllum voru svona malarmelar, og ég man eftir hermönnum á þessum melum með einhver tæki. Annað man ég nú eiginlega ekkert frá þessu hernámi, þeir voru ekkert mikið þarna út í sveitinni hjá okkur. Þó var þetta stutt frá Akureyri, einhverjir 7 kílómetra kannski, norðan við Akureyri. Þannig að það er litla minningar frá þeim tíma. Já. Og hvernig var maturinn og matargerð? Hún var mjög svona hefðbundin á þessum tíma. Það var
slátrað heima. Við vorum með kindur, kýr, hesta, hænur og á haustin þá var farið með meiri partana af fénu inn á Akureyri, keyrt inn á Akureyri sláturhús. En svo var alltaf nokkrum kindum slátrað heima og það vorum við að vinna við líka, krakkarnir, að slátra eða gera að kindunum. Og pabbi saltaði til dæmis hluta af þessu í bara tunnu og bjó til saltkjöt. Síðan var búið til slátur, alveg hellingur af slátri og það var sett í súr. Það voru 200 lítra tunnur, man ég eftir, 2 sem voru fylltar af slátri og síðan var þetta notað svona, sem sagt súrsað slátur og okkur fannst þetta æðislegur matur, alveg æðislegur. Og hefur alltaf fundið. Svo voru sviðum við hausana af kindunum eða lömbunum, þetta voru náttúrulega lömb aðallega, og fæturna líka og borðum þær. Það var líka gott. Og mamma sauð síðan hluta af kjötinu, sauð hún niður í krukkur, svona hálfsauð kjötið, og bjó í rauninni til steikur úr því sem var síðan á hátíðisdögum eða helgum eða helgidögum svona, og sunnudögum. Þá var tekið upp úr þessum krukkum og sett bara í pott og soðið, fullsoðið. Þetta var líka rosa góð matur. Og hvernig var fermingin þín? Ég man nú svo sem ekkert mikið eftir fermingunni, en ég man bara að okkur þótti þetta mjög skemmtileg athöfn. Við vorum ekkert mörg í þessari kirkju þarna upp í Ramarshlíðinni, hvort að við vorum kannski 7 eða 10 eða eitthvað svoleiðis. En ég man að okkur fannst þetta virkilega gaman og ég held að þetta verið í fyrsta skipti sem að við fórum til altaris til dæmis, eða gerðum það eins og gert við fermingu. Og þá var það siður að allir nær fjölskyldunni sem að voru í kirkjunni við ferminguna, þá komu þeir með börnunum. Hverju barni fyrir sig kom fjölskyldan upp að altarinu og þáði þessa oblátur og vín með barninu sínum sem maður tengdist. Það var svolítið skemmtilegu siður. Og fóruð þið oft í ferðalög og útilegur og hverju manstu það helst eftir? Nei, það var nú mjög lítið ferðalög á unglings eða sem sagt á uppvaxtar árunum. Ég einstaka sinnum fórum við á Akureyri og heimsækja af og ömmu sem bjuggu þar. En ég held að við höfum aldrei farið neitt lengra til. Við fórum síðan í Berjamó á hverju einasta hausti. Þá ferðumst við eitthvað frá út fyrir sveitina jafnvel og fórum og tíndum ber heilu dagana. Komum við mikið berjum og hafa búin til berjasamt og berjasulta og þetta voru einu ferðalögin sem að ég man eftir. Ábyggilega. Mér ámar samt í að við höfum farið einu sinni austur í Vopnafjörð sem mamma var frá. Hún var frá Vopnafjörði en pabbi átti einhvern jeppa gamlan og ég man það ekki alveg samt. Það ekki víst að þetta verið. Okay. En allavega langaði okkur kannski að fara. Heyrðu þá, takk fyrir viðtalið og takk fyrir Brynja mín, þetta var virkilega gaman að geta tólið að liði. Takk.